Komið sæl og verið velkomin í podcast.is. Við erum heldur betur að hlæja Everton en eru líka að koma út úr algjöru rússibannaviku og við erum með miklar kanónur á línunni til að ræða þetta. Steini, þú ert á þínum stað að vanda? Jú, mættur. Maggi, þú ert mættur í Breiðholtið? Já. Og við þyrftum alvöru kanónu í dag til þess að fara yfir allt með okkur. Hörður Magnússon, sæll og velkomin til leiks. Komið sælir og bara heiður að fá að vera með ykkur hérna, Hafnarfjörður kallar. Það er sömuleiðis. Það komið tíma á annan frá Hafnarfirði í þáttinn, sko. Já, hvar er hinn? Hann er bara í leyfi, hann kemur af og til. Það er góður. Það er alls ekki gott að vera marga í einu, hins vegar, sko. Það er öllum mónu okkur, sko. Þetta er nú allt menn sem okkur finnst gaman að tala. Nákvæmlega. Heyriði, strákar, þetta var heldur betur hörku vika. Árið byrjað með látum, við getum alveg orðað þannig og hörðu, ég held ég byrja bara á þér og sko, við náttúrulega sjálfsögðu tökum Everton leikinn á eftir og allt sem honum fylgdi, en ég held við verðum að byrja á Coutinho og rauninni kannski út frá nokkrum sjónarmiðum. Hversu mikill missir heldur þetta sé fyrir Liverpool og miðað við verð með hann? Heldur það sé réttlátt að meta hann í þessum elitaklassa sem verðmiðin gefur til kynna? Já, ég held að það sé alveg ljóst með svona hvernig ferill hans hefur þróast hjá Liverpool. Ég með smá formóla að þessu kannski að ég tísti sumarið 2016 eftir þarna þetta fyrsta tímabil með Klopp, reyndar kom hann í október og þá sá ég einhvern veginn ekki Coutinho fyrir mér í þessu kerfi sem að Klopp eða leikstíl Jürgen Klopp og sagði þá að ég hefði grunum það að Klopp myndi ég vil selja hann ef að kæmi eitthvað rosa tilboð í hann. En það síðan auðvitað breyttist þannig lagað að Coutinho varð betri, hann átti það til að hlaupa allavega nokkru sinnum tilbaka og svona fór að láta meira til sín taka í raun og veru og þó ekki það hafi verið ljóst sko hver var hans besta staða, var það af þessum þremur fremst eða var það inn á miðjunni og þar fram undir götunum. Þannig að samt sem áður hef ég alltaf svona litið svolítið á Philippe Coutinho í Jürgen Klopp leikstílnum sem pínu lúxusleikmaður. Hann er auðvitað mjög mikill lúxusleikmaður og hefur verið afgerandi, miklu meira afgerandi svona síðastliðið ár, þráttur að hafa lent í meiðslum og hafa í raun og veru aldrei náð heilu alvöru tímabili með Liverpool eins og til dæmis Luis Suárez gerði. Að þá hefði ég samt sem áður talið heilbrigðara eins og held ég að Jürgen Klopp hafi viljað í sumar. Ég held að Jürgen Klopp hafi viljað selja hann núna í sumar. Hins vegar var bara þvert nei við því af félaginu að það vildi koma með einhverja yfirlýsingu. Þannig að mér fannst stórfurðulegt að selja Philippe Coutinho til Barcelona núna í janúar og vera ekki með neitt á takteinum. Vissulega, það er engin tilvíðan að Virgil van Dijk kom og þeir spiluðu aldrei saman, en samt sem áður að þá finnst mér þetta menn vera að leika sér ansi mikið af eldinum og ég sá einhvers staðar að það hefur verið talað að ákveðið að selja núna svo að núverandi leikmenn félagsins liði betur, sko við erum ekki í leikskóla sko. Hvaða bull er það? En burtséð frá því hvort að það er rétt eða ekki, þá finnst mér þessi tímapunktur vera í raun og veru nánast brjálaði sko. Nákvæmlega. Steini, þetta er mjög góða punktur varðandi að hafa ekki náð heilu tímabili. Þú veist, þó hann hafi verið frábær árið 2017, þá er það alltaf í köflum, er bara raunin sama bæling. Sammála þessu? Já, ég er eiginlega sammála þetta bara í einu og öllu, sko. Ég held að ég hárrétt mat hjá honum og ég bæði með sumari, sko. Ég held að ástæðan fyrir þetta var ekki leyft í sumar, var náttúrulega bara hversu seint þetta kom í glugganum, hversu seint Neymar-málið fór í gegn. Þannig að út af því held ég að eigendurnir hafi viljað bara sýna sig og bara stíga fast í jarðar. Ég er nokkuð viss að Klopp hefði viljað klára þetta þá og ég held að sé bara enginn nema Coutinho ánægður
með þessa tímasetningu á þessum viðskiptum. En burtséð frá því, hvernig bara, hversu mikil missir þetta rauninni fyrir sko, hópin, ef við veitum út frá bara hvaða áhrif þetta svona? Sko, Coutinho náttúrulega bara frábær leikmaður, það bara engum blöðum það að fletta, en ég segi að Liverpool núna eða Liverpool 30. og 1. desember, það sterkara núna. Við erum búin að styrkja stöðu sem við urðum að styrkja. En við mistum náttúrulega lykilmann hann út úr sóknarleiknum, en þar erum við eins og við oft talað með meiri opsjóna og það klárt mál að þetta er gríðarlega missir og bara tek undir með Hödda, alveg bara ferlegt að vera ekki með eitthvað tilbúið til að allavega svona aðeins að bæta í, þó það var ekki nema einn Mahrez eða eitthvað svoleiðis, þannig að það er alls ekki gott út af við sérstaklega. Ég algjörlega sammála ykkur, en er ekki bara málið í þessu að við erum bara með svona old school stjóra sem að bara nennir ekki þessu vestinni lengur. Það er alltaf, því ég nenni ekki að vitna neitt eiginlega hvernig með Ekkoið, en ef það er rétt sem Ekkoið er að segja að Philippe Coutinho hefur labbað inn á æfingu hjá Liverpool í september og sagt basically ég er tilbúin að vera hérna fram í janúar og mun fara til Barcelona eins fljótt og ég get, því það er minn draumur. Farsinn sem við horfum á þegar hann lætur kosta af hann Daily Mail eða Mirror taka þátt í þessari vitleysu að fljúga til London og sitja þar og horfa á og styðja Liverpool og geta ekki drullast til þess að vera á Anfield og horfa á þennan leik. Erum við ekki bara að horfa upp á það að stjórinn hugsaði bara með sér, þú veist, ef hann fyrir aftur í verkfall eða þessi rúlletta fyrir aftur í gang, og þá skemmir það bara þetta uppsving sem við erum að tala um. Ég er alveg sammála því að það var þetta frábært að fá inn leikmann. Ég er reyndar alltaf að vera sannfærður það að ég vil bara kaupa Jan Oblak, skrifa þessi 100 milljón pund og bara stóla það, lalana, sóknarmennir okkar klára þetta og við bætum bara markvarstöðun okkar og tökum þá þau 10 stig sem að Coutinho getur kannski reddað okkur. Þannig ég veit ekki endilega en sko ég held bara í alvörunni og svo las maður þetta sem að Klopp skrifaði þarna, þú veist, í hvaða desemberleik fékk þessi spjátrungur að bera fyrirliðaband Liverpool, skilur við. Og ef að svo eftir það að hann er komin í sko 30. desember og einhvern veginn virðist bara að vera strax orðið ljóst að hann segir bara ég ætla að fara í janúar. Erum við þá ekki bara að tala um það að þróttir allt þetta sem Höddi segir sem er fullkomlega rökrétt á allan hátt og við getum verið sammála að þetta bara þetta mannlega ég nenni ekki þessum farsa lengur. Ég held einhvern veginn að það sé bara svolítið máli og ég skil Klopp alveg ef að við erum með Kia vitleysinginn þarna umboðsmanninn, sjáum við bara hvað er það fyrsta sem ég gera, þú veist, að setja bara einhverja myndaserja og honum á einhverju luxushóteli og luxusvítunni í Luton og einhverju einkaflugvél, að farsinn í kringum strákinn er bara orðinn slíkur að þessi svona, hvað ég að segja, hvort ég getur kallað hann gróf eða jarbundni eða svona old school stjóri, hann bara nennir þess ekki lengur. Þetta er Óli Jó myndi ekki nenna svona, sko. Hann myndi bara segja, nenni ekki að standa í þessu, sko. Ég held að sé bara einhvern veginn svoleiðis sem það er. Að þú veist, menn bara með sér, ég nennum ekki að hafa hennan gaur lengur. Maggi, aðeins, sko, mér finnst við aðeins vera búin með þetta núna. Coutinho farin, við erum búin að ræða svolítið þessar ástæðu, en var þetta sko bara liðið núna? Hvaða áhrif heldur þetta sko, komið til að skaða okkur það mikið? Erum við sterkari með því að fá inn svona alvöru miðvörð heldur en sko og missa Coutinho heldur en værum bara með Coutinho og ekki Van Dijk? Hvernig voru það? Já, ég deili skoðun Steina alveg með það. Steina er alltaf sammála, þannig að ég ætla að vera alveg sammála um þessu. Þú veist, eins og við kannski sögðum síðast, við sáum alveg að Van Dijk er ekki alveg þessi, hann er ekki tilbúinn allan hátt, hann er ekki orðinn heimsklassa besti varnarmaður í heimi, en hann bætir okkur verulega. Og það sem mér finnst sko klárlega að hafa verið vandamál okkar í vetur hefur auðvitað verið varnarleikurinn. Ég meina, auðvitað erum við að leggja svolítið á þessar strákar sem eru eftir Sala, Firmino og sérstaklega kannski og við þurfum að Lallana standa upp og stígu upp. En sko vandamálið í vetur hefur verið miklu frekar varnarlega og í kannski markvörslunni. Þannig að það að vera búin að fá inn mann sem að ég hef trú á að geti breytt varnarleiknum er like for like meira betra held ég á þessum tímapunkti núna, þannig að hvað þá ef menn myndu bara sko, eins og ég segi, styrkja aðra veika stöðu sem er hjá okkur og kaupa markmann eða jafnvel bara kaupa bara strækir og lifa fyrir mín og að koma í aftar af völlinu við viljum það,
það ákveðnir möguleikar held ég alveg til þess að geta í janúar tekið skrefið, en ég aftur á móti, ég verið líka sammála Hödda, ég kannski svekktur með þetta, að þeir hafi ekki verið tilbúinir með eitthvað núna, en ég Hann er ekki útilokað, sko. Nei, það má að segja það, en ég ætla að leyfa mér að vera svekktur með stóru S-i ef menn nota ekki þessar bara uppæð eða kaupa í janúar einhvern leikmann sem mun hjálpa okkur. Það mest getur gerst það að ef við fáum ekki leikmanninn, endum í 5. sæti og við sitjum uppi með þá vitleysuna í vor, sko. Mér langar kannski koma aðeins inn á, því að eina varst að spyrja varandi hvaða áhrif þetta hefur og allt það. Það verður mjög fróðlegt næstu leiki, næstu vikurnar, hvernig Roberto Firmino, Bobby Firmino, muni spjara sig. Sko, það þetta rugl sem var í þessum Everton-leik náttúrulega ævintýralegt og maður nennir alltaf eða einhverjum sekúndum á það, en hann auðvitað brást við eins og held ég flestir hefðu gert fyrir utan kannski orðbragðið að náttúrulega glórulaus ákvörðun dómarans að gera í raun og veru ekkert við Holgate, en kannski sá maður kannski einhverja hlið á Firmino, þá er ég ekki að tala ég veit að hann var ekki með einhver rasísk ummæli eða eitthvað svoleiðis, en þarna sá við kannski innst inni þá er hann auðvitað svolítið svekktur. Auðvitað er hann svekktur að missa besta vin sinn. Þeir hafa verið að strá þeir tveir saman, töfrariki, og sko, Firmino sé að mörgu leyti upphaf og endir sóknarleiks Liverpool, þá getum við ekki loka augunum fyrir því að Philippe Coutinho á sínum degi gerir alla betri í kringum sig og við sjáum bara þegar hann þræða boltan hér og þar og það verður mjög forvitnilegt að fylgjast með hvernig Firmino verður núna í næstu leikjum og hvort hann geti látið þetta svekkelsi, vegna þess að þetta er bara, menn eru mannlegir. Hann að missa besta vin sinn sem búin að styðja hann og vera í þessu, þannig að ég vil meina það Lúkas líka farinn og Lúkas líka farinn, auðvitað skiptir þetta allt máli, en auðvitað er þetta búið að liggja svo lengi í loftinu og ég er ekkert að segja það að sko Liverpool mun halda áfram og Jürgen Klopp, eins og ég kom inn á áður, hann er ekkert eins og aðrir stjórar, hann er bara tilbúin að bíða eftir sínum mönnum og annað. En ég segi samt sem áður, mistökin sem og ég hef bakkað Jürgen Klopp, ég elska þennan mann og ég er mjög sáttur við eigendur félagsins líka, svona heilt yfir, að ég vil samt sem áður segja, mér finnst það pínu vanræksla að hafa ekki keypt markmann í sumar og ég held að sé svona mjög hæpið að við förum að fá að Liverpool fær markvörð í janúar. Þannig að mér finnst það svolítið stór punktur að hafa ekki fengið markmann, því að þetta ef það er þetta gagnrýna Klopp eitthvað, þá hann stundum getur verið of lojal og þetta er svona, já, en fyrir utan þetta, Virgil van Dijk, hann mun verða til þess að liðið mun fá færri mörk á sig. Ekki bara hann einn og sér, heldur þetta gerir bara liðið betra og Liverpool í heildina held ég að Klopp að fara í þá átt að einhverju leyti mun liðið fá á sig færri mörk. Nei, liðið mun fá á sig færri mörk en þeir munu kannski skora líka aðeins minna og það er bara allt í lagi. Vonandi, ég er líka sko, ef við tökum aðeins tölur frá Coutinho, ég tók núna saman varðandi deildina, hann er búinn að spila 56% af spiluðum mínútum hjá Liverpool í vetur, það er náttúrulega ótrúlega lítið og hann hefur verið því miður svolítið á þessu róli, 60-70% þar sem hann er að spila af deildarleiki, aðrar keppnir hafa ekki skipta miklu mál undanfæran á það ekki eins mikið og það er ekki eins hlaupið að ég hef náð tölfræði yfir það, en hann er að koma marki núna á okkur 86 mínútna fresti, það er elít klassi sko, sem hann hefur ekkert verið á en það er líka mögulega því að hann er að spila þetta lítið sko, en það er alltaf alveg barnaskapur þetta hafi ekki áhrif en eins og ég segið Klopp kannski
hvað bestur til að taka á því, en Steini, ef horfum aðeins í víðara samhengi, sko, burtséð frá ástæðunni, hún eiginlega öllum orðið ljós, en hvað skilaboð sendir þetta? Finnst þér klúbburinn vera að veikja sig eitthvað á þessu, bara bæði gagnvart, bara út á við í knattspyrnu heiminn eða bara innan liðsins? Nei, alls ekki. Ég held að það geti eiginlega allir klúbbar og fótboltamenn í rauninni, ef við tökum sjónarhorn fótboltamann sem sett sig í þessi spor. Það alveg vita mála þessir Suður-Ameríkumenn að þeir eru rosalega svægir fyrir þessum tveimur Spánarrisum. Það alveg sama hvaða nafn það þeir bara leið og þeir blikka þá vilja þeir fara, það þeirra draumur. Það þýðir ekkert að vera skalla vegginn eitthvað út af því, þannig það bara. En það ekki svona, Steini, er ekki hægt að horfa líka svolítið þannig, kannski fullt mikið pólían að svona keppu við, kannski helst við olíufélögin með svona gróða á leikmönnum, sko? Jú, og í rauninni, sko, þessi verð náttúrulega, það þarf ekkert að fara neitt út í það, þetta komið náttúrulega út í svona öfgar, sko. Ef einhver hefði sagt við ykkur fyrir Neymar að við værum að fara að selja Coutinho í janúar á 145 eða 6 milljónir punda, hvað hefði þið sagt? Já, það alveg samanreitar þá eins og núna, bara eftir hvað kemur í staðinn, sko. Nei, ég meina, sko, fyrir Neymar að þá var þetta algjör stjarnfræðileg vitleysa. Núna þetta bara, já, við fengum 145. Þetta byrjar alltaf pínlítið með Paul Pogba. Þetta svona aðeins á undan því að Manchester United kaupir Paul Pogba fyrir kannski svona 50 milljónir punda meira heldur en að svona eðlilegt hefði getað talið. Var ekki Josh Stones stuttu áður líka okkur stjarnfræðilegu verðið okkur svoleiðis, sko? Já, en síðan kemur Neymar og fer hann upp í 200, bara úr 100 og í 200. Þannig sko að Coutinho skildi vera 50 milljónum punda dýrari heldur en Pogba rúmu ári eftir að Pogba keypti. Það sýnir bara rugli sem í gangi á markaðnum. Þannig að í rauninni erum við að fá algjört príma verð fyrir drenginn. Ég held að sé enginn í vafa með það. Og ég treysti bara miklu betur þeim sem að halda stjórnartaumana hjá liðinu, hjá félaginu núna til að eyða þessum peningum heldur en til dæmis þegar við vorum að taka Suárez peningana og koma þeim í önnur leikmannaköp. Jeremías góður, sko. Eitt punktur Maggi varandi þetta svona í viðbót, ég held að séu nú flestir svona sömu línu og Steini hvað var þetta, en aðkoma Nike, nú veit maður ekki hvað staðfest í þessu ekki, en það alveg augljóst að þeir hafa ykkur áhrif og það jafnvel talað að þeir hafi sponsað klásúluna fyrir Coutinho, er þetta eðlilegt og hefur trú á þetta sé sannleika? Já, ég meina sko, ég ætla að endurtaka það sem ég sagði þarna á fótbolti.net. Það alveg galið að halda því fram að á opinberri heimasíðu Nike og Barcelona hafi óvart verið sett inn auglýsing Coutinho. Það var ekkert óvart í því. Hvernig menn hafa misskilið og gert eitthvað, auglýsingin klár, þetta eitthvað svona dæmi að frekjan eða þessi markaðsvæðing orðin þannig og við getum líka séð það að greinilega orðið klárt á 50. 3. janúar að Coutinho að fara. Því að þá hann að fljúga til London með Kia. Það ekki ákveðið á morgni 3. janúar, það ákveðið eitthvað fyrr. Þannig að það alveg ljóst mál að það búið að taka þess ákvörðun, hvort sem á nýjársdag eða rétti þar kring, þetta frá gengið, að þá hendast Nike eitthvað að stað og gera einhverja delirium. Einhvers staðar ég það að þeir setja þetta Cruyff númer hans, þá þeir selt einhverja 50.000 treyjur og þessar ótrúlegu inn á, hvað var ég orða, hvað ég kalla þetta, þegar þeir eru dregnir með einhverjum flugvöldum inn á miðjan fótboltavöll til þess að láta 30.000 mann taka myndir og svoleiðis af því. Það náttúrulega bara eitthvað sem bara orðin tóm vitleysa. Og það bara parturinn af, þið fóruð yfir þarna mörg heimskustu kaupsögunar, Andy Carroll bara bliknar við Stones og Balotelli og þessu dóti öllu, sko, að það alveg orðið bóttið mál að fótboltaheimurinn verður bara súrari og súrari í þessu öllu, sko. Alltaf hötta á félagum og Stöð 2 að kenna hvað sjónvarpsstöðvarnir eru búin að borga mikið, sko. Já, ég tek þetta á mig. Það ekki. Þetta er orðið svo gigantískt, sko, að
að maður eiginlega bara hættur að hugsa í einhverjum alltaf orðið magna líka ef þetta komið í eitthvað svona þriðju aðila og svoleiðis og það var það sem það var að segja og það bara, ég fer ekki ofan að því að það sé alveg á hreinu að Nike hafði ekki alltaf myndi að segja en það pottþétt mál að Nike og Barcelona orðið svona það samtengt vörumerki að þeir spila inn í þarna. Það ekki nokkur vafi og einhvern bullum einhver mannleg mistök kom hún. Ef þetta hefði gerst í Seljaskóla þá var ég að hamast í ritaranum og einhverju tölvuborðinu og Reykjavíkurborg. Þetta fucking Barcelona sko. Það var ekkert óvart í því og þeir hafa með þetta að segja, pottþétt. Höldum að sáfram hötti varðandi eftirmenn Coutinho, sko, tímalínan í fjölmiðlum er núna búin að vera þannig að hann kemur bara, eftirmenn Coutinho kemur bara strax í það að verða það verður líklega ekkert keypt í janúar. Maður er orðin svolítið ringlar í söllu saman. Ein tilgátan sem ég sá í dag var að til dæmis að núna væru kaupin á Ox-Chamberlain lok sumars að skýrast betur. Hann væri mögulegur að klára þetta núna út þetta tímabil eða þá Naby Keita eitthvað svoleiðis, hvað heldur það sé raunhæft og bara við náttúrulega erum að svolítið að skjóta út í loftið, hvað segir maður, drauma janúar hefur og svona innan raunhæfra marka? Raunhæfa marka, það er frábær spurning sko, ég held að target nummer 1 hjá Jürgen Klopp núna og er búin að vera það töluvert lengi, við tökum Naby Keita út úr því, er Leon Goretzka hjá Schalke og ég held að Liverpool sé að reyna að gera allt til þess að fá hann. Hefurðu hort svolítið á þennan stráka? Ég hef ekki, viðurkenni það, ég hef ekki hort nógu mikið á það og hann er svona box to box, getur bæði spilað sem varnarsinnaður, hann getur líka verið svona tía og er óbúslega spennandi leikmaður enda Bayern München mjög nálægt í að krækja í hann en það er enn ekki búið að gefa það út. Og ég held að það sé verið að róa því öllum mögulegum árum að Leon Goretzka Það meikar töluvert sens bara frá okkar sjónarhóli, sérstaklega með Emre Can í huga líka. Já, í raun og veru, þarf í raun og veru að endurskipuleggja miðjuna svolítið með tillit til þess. Þú ert ekki með Philippe Coutinho, hann er farinn. Ok, þú getur ekki keypt annan Philippe Coutinho. Ég held að Klopp er ekkert að fara að gera það heldur. Hann er búinn að styrkja liðið gríðarlega með Virgil van Dijk. Hann er búinn að fá Naby Keita, hann kemur ekki strax, mjög líklega ekki og þá er verið að skoða leikmenn sem eru í þeim stöðum þar sem að veikleikinn hefur verið. Ég meina það er alveg ljóst að Emre Can væntanlega fer. Það er líka alveg ljóst að hvað geta menn beðið lengur með Henderson? Að Henderson, hann er alltaf að meiðast af og til og er hann og góður. Með James Milner, hann er 32 ára. Ég meina hann hefur verið að byrja fullt af leikjum núna på síðkastið. Þannig að þú þarft fleiri möguleika og kaupstefna Liverpool undanfarir, sérstaklega eftir að Klopp tók, hún er geggjuð og sjáum bara það hvað liðið hefur verið að selja og kaupa og allir leikmenn sem hafa verið fengnir sem eru ekki rosalega margir verða betri og betri. Ég er ekkit rosalega imponeraður hrifinn af Riyad Mahrez. Mér finnst hann of líkur því að vera, hann spilar í stöðun hans Mo Salah. Alls ekki slæmur leikmaður, en ég held að sé hátt á óskalista Jürgen Klopp. Er ekki búið að slá það líka bara út eða alveg? Jú, mér sýnist það. Einhverja sögur voru það að Liverpool hefði hringt í forráðamenn Leicester og sagt að þetta væri bara vitleysa sem stæði blöðunum, menn eru vel brenndir af Virgil van Dijk ævintýrunum en svo eru þetta leikmenn, svo er náttúrulega Thomas Lemar sem að ég er mjög spenntur fyrir og er skemmtulega leikmaður og það er annar auðvitað Christian Pulisic hjá Dortmund og Kai Havertz, vissulega og síðan auðvitað markverðirnir tveir en ég held að Klopp hann fær á endanum, það hefur allan að verið þannig þó hann kaupi ekki marga, þá fær hann á endanum sinn mann eða sína menn. Já, ég þetta er svona rosalegt púsl. Ég meina við skulum taka það inn að Emre Can hefur getað verið búin að skrifa undir hjá öðru félagi núna í nokkra daga, eitthvað 10 daga. Saman með Goretzka, ég
skítrættur að Goretzka sé að fara til Bayern en það myndi meika óbúðslegt sens að tryggja sér hann á free transfer og næsta sumar og jafnvel bara henda í þá slatt af kúlum bara til að draga hann inn strax í janúar. Þannig að það er fullt af kostum. En ég enn og aftur, við Maggi, við erum alltaf sammála. Mér finnst stóra málið, það er markmannsstaðan og ef þetta er rétt sem að menn að tala að það sé ykkur 100 milljón evra klásúla í samningnum hjá Oblak, þá vil ég bara virkja hann að takka. En heldur hann myndi vilja koma? Bara, er þetta raunhaft að hann eða Griezmann eða eitthvað svoleiðis? Það sjálfsögðu. Það er bara, menn hlýða Klopp. Það er bara þannig. Borgunum bara nóg. Legðu Coutinho það. En sjáu bara, já, þetta er Austur-Evrópubúi og þeir eru ekkert svagir fyrir að það er búin að vera í Madrid. Þeir eru ekkert svagir til að fara aftur í sólina. En stóra málið í þessu að uppgreiti sem við fengum með Virgil van Dijk á vörnin okkar að við gætum verið að gera annað eins í markin okkar og enn og aftur við værum að berjast til City titilinn ef við værum með hefði verið með einhvern Oblak eða De Gea í markinu sem er að taka og bjarga einhverjum 13-15 stigum yfir tímabili með bara alvöru markvörslu. Þannig að það er eftir dagskrá, en sjálfsögðu þarf það er aldrei Steini samt það er aldrei janúar kaupið það núna markmannskaupin örugglega ekki en akkur ekki ég meina ég held hann hafi bara lagt upp í tímabili með þessa 3 markmenn og sé þú veist ekki þetta Atletico Madrid eru dottnir út úr meistaradeildinni þannig að já, alveg rétt það er ekkit rosalega og það er ekki að fara að vinna spænsku deildina þannig að why not sko en hann náttúrulega var ekki heldur að fara að spila fyrir okkur í meistaradeildinni en það er þvílíkt búst að fá svona gaurinn en ég er alveg sammála sko mér finnst bara í rauninni flott að sjá hvaða leikmenn það eru sem eru í aðallega umræðinni það eru Leon Goretzka sem er ein af björtustu vonum þjóðari. Hann er að spyrja miklu fleiri leiki í sinni náttúrulegu stöðu inn á miðjunni hjá þýska landsliðinu heldur en Emre Can til dæmis. Og síðan erum við að tala Thomas Lemar sem ég held að flestir eru sammála að er einn af mest spennandi svona sóknarsinnuðu leikmennunum í boltanum í dag. Þetta eru báðir 22 ára gaurar. Og síðan erum við að tala Oblak sem er klárlega besti markmaður fyrir utan svona þessa allra stæðstu risa í evrópskum bolta í markinu. Já, það var svona, ég er bara rétt að baka steinu við þig. Mér finnst mjög spennandi nafn þessi brassi hjá Róma og YouTube þessi flott og hann heldur rétti svona út úr landsliðinu. Það er ekki spennandi nafn. Nú ekki, hvað heitir Alisson? Það er þetta frábært lag eftir Elvis Costello sem heitir Alisson. Ég er alltaf að söngla það núna því að heyri þetta Alisson sko. Er ekki líka með mínum mönnum í pönkinu. Já. Nú þrýtum við þekkinguna. Pixies lag, Pixies. En Einar, það sem er kannski náttúrulega nákvæmlega það sem mér finnst náttúrulega vera einmitt með þess að ég kannski sagði síðast með þessi Virgil van Dijk auðvitað er ekkert gáfulegt að gera hann að dýrasta varnarmanni sögunar en Liverpool er búið að gera það og öll lógíkin er bara svolítið farin út úr gluggann og bara ég er svolítið á því að bara menn eigi bara núna að horfa til þess að kippa einhverjum leikmann inn í janúar sem getur breytt miklu. Ég er algjörlega sammála hötta með Mahrez, mér finnst hann fínn leikmaður en ég er ekki alveg sannfærður hann. Hann minnir mér kannski svolítið að þeir stöldum Suárez og keyptum Lambert og Lallana og þó að Lallana sé orðinn góður núna og minna auðvitað mun líka skipta máli hvort að Lallana kemur aftur inn í þetta lið á fullri ferð þá eru menn kannski rólegri þar fram á við en lógíkin núna á bara Liverpool bara að ýta henn út úr gluggann og bara keyra á það sem að gæti mögulega gengið því að það er uppsving það er alveg klárlega uppsving á klúbbinn. Það er uppsving á Klopp eru búin að, ég er ekkert viss að allir slóakarnir horfa á ensku deildina en ég meina þessi úrslit í meistaradeildinni og það að Liverpool sé komið þar á einhverja ferð er líka að hjálpa okkur þannig að nú eiga þeir bara halda áfram að gera það sem þeir eru búin að gera með því að ná í
Keita, Sala, Van Dijk, bara negla á þetta, bara ekkert að hugsa hvað er lógist, bara okkur vantar klárlega markmann, Karius sem ekki heillað núna í þessum leikjum sem við erum að fá, ég verið að verja minn og Leo og Karius, en góðan daginn myndi ég alltaf, ég vil að þetta verði það sem bara þið virkilega horfa á í janúar, styrkjum núna þá stöður sem að vantar næst mest, bara leggjum fókus á það, leitum ekki að nýjum Coutinho eins og Öddi var að tala áðan, það var vitlaust, förum og styrkjum liðið. Ég er glaðastur að fá inn geggjaða markmannssölu og finnum bara, við erum með dýrasta varnarmanninn, við erum með dýrasta markmanninn. Það var bara Liverpool bara í gamla daga, höldum því. Hérna, Höddi, svo við lókum þessari pælingu, við gætum svona frá sögu Klopp að gera, þá gætum við ekkert verið sem betri í höndum þetta er ekkert fyrsta stórstjarna sem hann er að missa. Svo sannarlega ekki, það var bara eina á hverju ári hjá hérna Dortmund og svo kom hann inn með hérna, gerði bara einhverja betri leikmönnum, sagan er þannig, en samt sem ára á endanum þá er auðvitað Klopp í allt annarri stöðu hjá Liverpool heldur en hann var hjá Dortmund, því að Dortmund var eiginlega bara svona meira, þeir Liverpool hefur miklu meiri völdi allavega umfram Dortmund og það hafi kannski breyst með Sölun og Dembele, en það er algjörlega. Það er samt ótrúlegt hvað hann gerir marga leikmenn sem hafa síðan í þeirri stöðu sem spila flokka sem heimsklassa leikmenn, sko. Það er alveg makalust og það sem Coutinho ætti kannski hafa í huga, margir þeirra sem hafa farið frá honum frá Dortmund voru ekkert að gera neina rósir annars þar, ég man bara eftir 2, sko, ef ég hugsa þetta út í það, sko. Já, ég meina, hvað gerir Shinji Kagawa hjá United? Sahin og... Já, Nuri Sahin, ég meina, þannig að það er ekkert mikið að frétta af Mario Götze, sko. Sko, ég man bara eftir Hummels og Lewandowski sem hafa sko viðhaldið því sem voru að sína hjá Dortmund, ég man eiginlega ekki eftir öðrum sem hafa farið frá honum, sko. Og allir svona squad player sem að gerði betri, þeir heldu, voru mjög góðir út fyrirlinn, sko, svona James Milnerar í Dortmund, sko. Já, ég meina, ég er alveg með þetta fyrir fram með, sko, þá 14 leikmenn sem að Klopp hefur fengið til félagsins frá því hann tók við í október 2015, og ef ég tek svona alvöru kaupin, Sadio Mane, Wijnaldum, Mo Salah, svo kannski minni reynsla á Chamberlain, þú ert með Dominic Solanke og Matip sem komu á frjálsisölu og Andy Robertson kom á 8 milljónir, hann hefur búin að vera að spila vel upp á síðkastið, þannig að það er bara saga Jürgen Klopp og hann gerir langflesta töluvert betri. Og þess vegna til að mynda held ég eins og með Virgil van Dijk. Van Dijk fer til Liverpool vegna þess að hann er búinn að hérna, Klopp er búinn að selja honum þetta. Þannig að þetta er bara svolítið sagan og bara aðeins með markmennina, að því vorum að tala um það, Liverpool hefur ekki haft heimsklassa markmann síðan að Peppi Reina var ósnertanlegur í 2-3 ár. Með líka þá rosalega þétt lið fyrir fram að sig líka, sko. Þétt lið fyrir fram að sig, skilur, en síðan bara datt allur botn úr Peppi Reina og Liverpool hefur ekki fengið svona kaliber markmann síðan þá og við getum alveg, það er að fara alveg aftur til tíma Bruce Grobbelaar, skilur, og þaðan síðan Ray Clemens, þannig að það var nokkrir verið þetta milli stangana sem hafa verið bara í besta falli average. Já. Herðu, þetta er nákvæmlega málið svo náttúrulega líka eins og maður benti á Conte náttúrulega staðfest í dag að hann vildi alveg Van Dijk og Chelsea hefur potið efna á því, við vitum það alveg, sko. Og Man City vildi fá hann, það er engin vafi á því. Nei, og bara, auðvitað vildi bara öllið fá þennan leikmann, þannig að það er frábært að við erum komin þó þangað í hérna á markanum, það er ansi mikið stökk frá því fyrir kannski 3 árum og hvað þá fyrir 5-6 árum, sko. Já, menna, Liverpool er komið í svona fyrstu deildina, það eru 3 lið í úrvalsdeildinni, ef við tökum bara í úrvalsdeildina sjálfa, það eru 3 lið sem eru eiginlega í sérklassa, allavega 2, bæði Manchester liðin, og svo hefur Chelsea náttúrulega verið að taka leikmenn af Liverpool sem að Liverpool var búið að reyna að fá á hana. Og Arsenal var að því líka fyrir ekkert svo löngu síðan, sko. Já, Arsenal er þarna líka, en kannski svona, við sjáum að það er náttúrulega alltaf flosna undan Wenger-kallinum, sko. Þannig að nú er þetta bara þessi gríðarlegi fjármuni sem að Manchester liðin hafa og sérstaklega Manchester City, því að United
er á öðrum meiði, þar ertu með allt öðruvísi uppbyggingu í áratugi, þú ert bara með þetta sitt í dæmi núna á síðustu árum. Nákvæmlega, herðu, höldum áfram á ágætisnótum. Steini, sko það þarf alls mikið að gerast núna bara eftir áramót til þess að þessi sigur á móti Everton að standa ekki upp úr bara þegar við gerum tímabilið í maí. Þetta verður ekkert mikið sættar en það. Þetta var svo óbóðslega ljúft, þetta var einhvern veginn svo, þarna var komin í Merseyside derby dýrasti varnarmaður heims í sínu fyrsta leik og skalla boltan inn í blárestina, koppend og tryggiliðinu áfram. Þetta var alveg bara... Þeir eru líkið sem við bara við Evrópu leikja fögnin, sko, þetta moment, sko. Ja, ég er ennþá með svona bruna sára á knjánum bara eftir að hafa rennt mér hérna eftir gólfunum, sko. Þetta var algjörlega unaðslegt og bara, þetta var svo verðskulda líka. Við áttum náttúrulega að vera búin að heyrða 2 fleiri stiga þessum nágrunum okkar rétt áður. Aldrei þessu vant að þá reyndu nú á köflum að spila fótbolta í þessum leik, þannig að þeir mega nú eiga það. Þeir allavega mættu til leiks núna, ákveða að svona allavega reyna að gera það sem þeim borga fyrir. En þetta var algjörlega sturlað og bara þessi maður skildi gera það og nokkru mínútur fyrir leikslok. Eina sem þeir geta toppað þetta er að þetta hefði verið bara ólöglegt mark líka. Já, það hefur verið best. Maggi, þetta eru 16 leikir núna í röð og gott hafi ekki unnið Anfield í 19 ár, er það ekki rétt með nöfum? Algjörlega, það er bara þannig að börnin mér voru ekki fættir þegar það var síðast Anfield-leikur, sko. Það er algjörlega geggjað. Það er bara, Steini hefur bara sagt þetta einhvern veginn alltaf, bara afskaplega jákvætt í rauninni að kvitta þá, bara, það var einhvern veginn allt svo yndislegt í þessu, gefins víti, þannig að maður vissi það að samþykkt að svara fyrir það sem að, þetta var alveg jafn mikið víti svo Everton fengu. Ég meina á öllum leikjum á árunum, þetta það besta tímasetningin sem var hægt að fá svona víti. Algjörlega, en ég veit ekki hvort, sko, ég er alltaf viðurkenni það en þá, eftir leikinu þá náttúrulega situr alltaf í mér, því að ég veit ekki hvort þetta blæddi mig fyrir dómgæslu alltaf verið að verra, en mér finnst þetta náttúrulega með Holgate einhvern veginn bara að segja það hvernig Everton ætlaði að fara inn í leikinu, minna Rúbíóta heppin er ekki reikin út af og þessi árás Holgate fyrir áleik er að verða eina bara það verða svona árlegs viðburður sem að pirrar mig mjög mikið einhvern veginn að þeir slepp alltaf með og nógu billega. Ég reyndi að sá einhverja grein í dag þar sem að einhver var að rifjað upp að líklega hefði nú fæmur geta hálsbrotna hæglega í rindingunni, sko. Þannig að það var eitthvað sem kannski var það eina sem pirraði mig að þeir sleppa svo vel við innan Sko umræðan fór bara strax í hvað sagði fyrir mínu, sko, hún fór bara strax í það var eiginlega bara glemt, ég sem að gerst bara jafnvel hjá dómarann líka því að ekki bara hrindan og komin út af vellinum, heldur reif hann líki dómarann í einhverju æðiskasti þegar hann misheyði vonandi það sem fyrir mínu sagði, en ég meina, come on, þú veist, þetta eru 2 atvik sem það bara að horfa á sig hvort atvikið og hvernig þetta ekki raukt með ólíkindum. Það er búið að vera, auðvitað ekki allir dómara fylgt í, það er búin að vera tilmæli frá FIFA að vernda leikmenn í fótbolta ef að breskir dómarar myndu nú bara einhvern tímann læra það, þeir bara kunna það ekki. En það sem var nú kannski að fara að segja Ég labba á þvottavél, það er ekki var kannski að fara að segja mér varst meira að segja minn góði indæli strengur Gylfi Sigurðsson bæði leiknum sem við sáum í deildinni og í fyrri hálfleiki í leiknum móti Liverpool hann var komin í þessa svona stíga á menn, fara í þá í einhverju svona djöflagangi og það er farið að pirra mig Nei, sko, gott og vel, það er bara, það er frekar það maður pirri sig að dómarinn látið það komast upp með því. Auðvitað er eitthvað smá nasti í þessum leikjum og oft vill maður það hjá Liverpool meira, sko, en ekki svona einhverju hrindingar út af vellinu, það er bara... Já, menn, mér varst bara, þeir voru bara uppbyggja varna alltaf ákveðin rutagangur, mér varst við ekki verið endilega að spila vel og það er bara geggjað. Fá frekar soft víti og svo markið upp út af tíma og þetta gátu náttúrulega ekki valið á betri mann, sko, og það er dálítið gaman að, ég veit hvað var liðið langt einan, það var að deila söngnum var það 20 mínútur eða? Já, kom. Það var einhverjum pöbbum alltaf eftir leikskilurum, þannig að þetta er náttúrulega bara eina sem er kannski hættulegt að hvaðan fer hann héðan, sko, bara vonandi er þetta allt bara, vonandi er þetta bara til marksum hvernig hans ferill í félaginu verður, því að, sko, það var auðvitað eitt af því sem að mér varst geggja sem kannski tölum ekki nógu mikið síðast, það var auðvitað þetta presens sem var nefnir í boxinu.
Liverpool að fá 15-17 hotn aukaspyrnur og við verðum núna að vera komið með mann sem getur sendt sendingar sem eru hættulegar í Chamberlain sko. Þannig að það verður bara til dæmis bara helgina á móti City-liðinu til að verða að fá sér mörk úr setpísatriðum. Það verður líka bara geggjað að gera það því að Everton var verið góður að verjast í en voru í bölvuðu bastli að verjast okkur þarna sko. Höddi, við getum líka talað það að það ekki, sko, þetta mark var náttúrulega alveg geggjað moment en fram að því og öllum föstum leikandum, tilfinningin hjá manni var einhvern veginn strax allt önnur með Van Dijk hérna heldur en hún hefur verið undanfarið. Þetta var ekkert stressið alveg farið en þetta var ótrúlega mikill munur. Algjörlega og maður einhvern veginn fekk þá tilfinningu sko að í hvert skipti sem að Liverpool fekk núna hotspyrnu að myndi skora því að Van Dijk átti náttúrulega að skora þarna, hann fekk náttúrulega frían skalla þarna töluvert á undan. Þetta minnir mig bara svolítið á hérna þegar vonin ein var eftir hér í eina tíð og vorum við Sami Hyypiä sem að ég vil meina sé besti skallamaður í ensku úrvalsdeildinni allavega í topp 5 frá upphafi. Og Van Dijk það sem hann hefur fram yfir sko Hyypiä að hann með allt annað líka að Hyypiä var líka mjög góður sem sagt með boltan en Van Dijk bara miklu fljótari þannig að hann bara með miklu meira vóka já það svona alltaf kristallast í þessu þetta hann svona elegant blanda af karakter af Hyypiä að hérna þó að þessi bara einn leikur og allt það en já, við erum búin að horfa á hann í nokkur ár eða svona allavega 2-3 ár hjá Tottenham og hérna maður vissi alveg af hann Celtic þetta ekkert alveg nýgræðingu fyrir okkur sko. Nei, alls ekki, ég lýsti hérna leik á Stjörnuvellinum hérna fyrir nokkrum árum hérna þegar Celtic og Stjarnan spiluðu og hérna þá tók ég nú strax eftir honum og það er líka hvernig presensin, það er gott sem að er hérna í nótunum okkar að Van Dijk 2 cm lægri heldur en Matip. Sko Matip virðist vera bara 1,80 eitthvað vegna þess að hann er alltaf hálf hókin sko og hann vantar kassan út og teinréttur. Þar erum við konum með. Ég veit ekki að séð markið þetta en hann einmitt Matip enn eina ferðina í þessum bolta og missir af hann kann ekki skalla. Hann kann ekki að skalla. Það er vandamálið með Matip. Hann kann ekki að skalla. Auðvitað er ég að ýkja mjög mikið en takið ég bara eftir hann kann ekki hreinsa, hann kann valla skalla. Það er náttúrulega svolítið erfitt að eiga við það 1,95 sko. Þannig að presensinn á Van Dijk svo rosalegur. Nákvæmlega, maður má líka horfa á þannig bara þó sko með Matip og hérna Van Dijk þetta ótrúlega munur frá því bara liðinu sem Klopp tók við bara hvað hæð inn í boxinu var það líka og náttúrulega Gómez engin tittur heldur sko. Nei, ég sammála því og það er auðvitað bara eins og segið það eitt af því sem að Van Dijk á að geta bætt við hjá okkur núna og það verður bara eins og ég sagði síðast að þetta er bara gaman að sjá hver að hafsendunum verður með honum því ég meina Löfren hefur nú svo sem náð að vera að skora og hjálpa til við í sköllunum líka að það að vera komið svona mann í alveg sammála Hödda í því að Hyypiä var náttúrulega maður treysti því alltaf að hann gæti poppað með 5-10 mörk á tímabili og þetta er bara eitthvað sem mun skipta okkur máli í leikjum sem eru jafnir. Við höfum verið að fá okkur mörk í leikjum sem eru jafnir úr svona setpísatriðum og við höfum að tapa leikjum og tapa niður stig og við erum skyndilega komið með það. Jafnvel þó, og maður meira sér fann það því að við vorum ekkert að yfirspila Everton í þessum leik. Þannig að þegar þetta horn kemur, þá finnur maður það bara, hann er komin inn í deginn og maður einhvern veginn bara, maður gerir sér vonur það að við nýtum okkur þarna og það er bara eitt af því sem hefur verið veikleikar Liverpool, ekkert bara í fyrra eða þar á undan. Þetta er búin að vera veikleikarnir bara í mjög langan tíma. Má segja endan hjá Rafa og í allan tíman hjá Rodgers. Þannig að þarna er eitt af vandamálunum sem maður einhvern veginn vonar að verði adressað og ég er alveg sannfærður það það ættir að taka svolítið tíma að finna út hver af hafsendunum er bestur með Van Dijk sem er yfirbörða hafsendana og þá held ég að við getum bara verið komin með gríðarlega flott varnarkombó en líka alveg gríðarlega hættu í setpísatriðum og við fáum 10-15 horn í einhverjum einasta leika sem við erum að spila og þetta bara geta að fara að gefa okkur fullt af mörkum. Ef maður rétt þá var tölfræðin svo að þrátt fyrir meiðslin hjá Van Dijk þá var hann með flesta unna skallabolta á síðasta tímabili. Já, hann meiddist í janúar. Já, hann meiddist í janúar. Það
svoleiðis leikmaður, það ekkert sem gæti breytt Liverpool vörninni mikið meira og bara með, ef við horfum á þau mörk undanfarin, bara síðan Klopp tók við og líka reynir flest öll árinu Rodgers, mörk sem Liverpool hefur verið að fá sig, hvað eru það mikið, það stór prósenta úr föstum leikadröðum, ég veist ekki með það finnur það eitthvað út fyrir okkur, en Já, hornir okkar, þau hafa alltaf verið stórhættuleg fyrir okkur. Nákvæmlega. Alltaf verið að fá skyndisóknir á okkur upp úr þeim, þannig að nú eru þau lokið. Talandi það Steini, við fengum, kannski ekki valið verri tímasetningu, sem að við fengum marka okkur úr akkurat hótspinnu, en sko, var þetta ekki bara karma að vinna? Það ég held að þetta hafi verið skemmtilegra eftirleik að Gylfi hafi skorað þetta mark. Annað marki sem Íslendingur skoraði í lokin til að hressa þessu upp á mannstæminu aðeins til að klára leikinn aftur. Þú skulum orða það bara alveg pent. Ég var ekkert skemmtun í hug þegar það gerðist. Eftirleik sagði ég með áherslu. Ég veit það. Ég var alveg stjörnu brjálaður. Ég var fyrsta lagi brjálaður út í félagi minn á flautunni. Sko. Þetta mínu dómi átti þetta mark aldrei að standa. Það var brot inn á miðjum velli áður en það kom þetta langt. En gott og vel, þetta fekk að ganga. Þetta var alltaf algjört slap in the face og í rauninni kjánalegu varnarleikur að hann skuli fá að poppa þarna upp aðleitt bara við vítateiginn. Ég hefði líka viljað sjá Karius Sandaðinn allavega sýnast nenni að vera að fara út í hornið, sko. Þó að þetta hafi verið óverjandi og allt þá bara, fokkin bara sýndu að þú reyndir allavega. Þannig að þetta pirraði mig óstjórnlega, en alveg rétt, þetta gerði þetta svona eftir á þegar allt lagt á borðið, bara softvíti, Gylfi skoraði til að kynda undir alla hatarana hann úti og síðan Virgil van Dijk með sigurmarkið í blárestina. Já, ég meina, markið hjá Jóa Berg ekkert fyrirsögn eftir Burnley-leikinn þegar það markið á Klavan sem að skipti máli og það var það sem að gerði þetta svo geggja moment, sko. Já, þetta eins pirrandi og þetta þegar þetta gerist og þá þetta svo sætt. Það ekkert sætar í fótbolta heldur en að vinna sigurmarki svona í blárestinu og Íslendingarnir okkar þeir eins og það gott að þeim gangi vel að þá þetta svona, já, þetta var mjög sætt, verulega, við skulum orða það þannig. Höddi, aðeins það sem ekki kom inn á áðan, var þetta sko flutuleikana, maður nennir ekkert að væla mikið yfir dómaranum eftir leikinn, fyrsta lagi var þetta náttúrulega sturlað með atvikið með Holgate og svo kannski kemur þína skoðun á því hvað heldur að gerist með fyrir mínu eða gerist eitthvað, en annað atvik sem að sýnir kannski hvaða tökan hafa leiknum, þegar Rooney tekin út á 50. mínútu, það ekki bara samanlætis í rauninni að samþykkja það sem að allir á vellinum voru sammálum að hann átti að vera löngu hvarn út af mér veit? Eða allavega, einni mínútu eftir hann brýtur á gulspjaldi. Hann ekki svo gáfast í heiminum, sko. Nei, ég meina, sko, Rooney náttúrulega bara úr þessum, Steven Gerrard, Jamie Carragher og þessu rivalry, hann sprottin upp úr því auðvitað og ég hef svona ákveðna samúð með þessu Rooney var að gera, hvað oft sáum við Steven Gerrard taka eina sko, lokaðu augunum tæklingu, sko, eftir einhverja nokkra mínútur. Ég var á Anfield, 2008, þegar hann var rekinn út af þetta korter, sko. Þannig að, En notabenni, hann var rekinn út af þetta korter. Hann var rekinn út af, og málið það, að þetta allt runnið undir rifjum Sam Allardyce. Það ekki tilvílun að Everton farin að spilaði svona í þessum leik og í fyrirleiknum líka og Rooney hefði trúlega átt að fjúka út af þarna með annað gult spjald þarna í upphafi seinni hálfleiks og Allardyce sá hvað verða vildi og Rooney náttúrulega fæturnir á honum farnir þó hann sé búinn að skora þessi 10 mörk þá hann ekkert sami leikmaður. Það er ekkert eðlilegt í þessum leika hann sé tekin út af eftir 50 mínútur. Enda var hann ekki sáttur. Það var augljóst og kannski svona aðeins bara svona útúrdúr frá þessu. Hvernig finnst mönnum Sami Lee? Hann er eyðileggja sína arleið hjá Liverpool, ekki alla, en upp að vissu marki. Þetta býtu, heyrðu, það svona sprengiþráðurinn að nálgast púðrið hjá Magnúsi. Maggi gó. Það 13 búið, Maggi, 13 búið, það má ekki skjóta upp lengur. Það var að segja ykkur að strax, þetta voru engar ígjur.
Já, sem að Steinn Sigursteinn, ég var andað djúpt hérna. Ég er svo sammála þetta, mér finnst þetta svo leitt. Við hittum nú Sami Lee fyrir nokkrum árum, það virkaði eðalkall ofan og allt. Hann er það. Þetta er leiðilegt. Mér finnst þetta hræðilegt og að sjá þegar við skorum hornið, hann snýr sér við og lappar í fangið og ógeður hún Duncan Ferguson með einhvern svona svekkelsisvip. Ég hugsaði bara með mér, þú veist, gerir maður svona? Maður bara gerir ekki svona. Og að því ég hef nú gaman að því, hlakkar alltaf hitt hann Hallavinn okkar í BK, sko. Við áttum hann að spjalla, hann var með Braga úti og Halli er alveg á saman nótum og ég, þó að Sami Lee sé bara verið að þjálfa hann í 5-6 vikur. Hann sagði, sko, ég vil ekki sjá hann þarna og hardcore Everton aðdáðanir vil ég alls ekki sjá hann. Þetta er óskiljulegt múf hjá kallinu. Ég bara skil það ekki og finnst það bara sorglegt. Steini formaður Liverpool margar ára. Steini. Vantar pening. Lokaðan þessi Sami Lee skipti. Já, þetta er bara eins og þeir segja báðir félagar mínir hérna. Þetta er bara fyrst og fremst sorglegt af því að þetta er alveg eðalkall og hann er í rauninni, sko, þetta er ekki sorglegt gagnvart mér. Þetta er meira sorglegt gagnvart honum af því að hann er á mjög flottum stalli hjá Liverpool, þrátt fyrir að vera búin að koma á Anfield margoft sem þjálfari hjá öðrum. Þá er hann bara pinnaður inn í sögu Liverpool og það fer fyrir brjóstið á okkur, pæli hversu mikið fyrir brjóstið þetta fer hjá þessum hardcore kjarna hann úti að sjá hann hoppandi og skoppandi yfir mörkum sem að Everton er að skora móti Liverpool. Þetta er eiginlega bara, já, þetta er bara eiginlega pínlegt og ég bara Munið ekki eftir tengt þessu þegar Gerard Houllier kom með Aston Villa og sagði eftir leikinn, já, það var nú gott að þetta var Liverpool en ekki eitthvað annar lið sem vann okkur. Nákvæmlega. Og Rafa Benítez er náttúrulega bara Rafa Benítez og hann sjást náttúrulega engin sviprið og honum hvað sem er, sko, en þarna eru menn að halda haus, sko. Þarna eru menn að halda haus, þú verður að virða einhvers konar svona mörk og í mínum huga já, þetta er daburt. Ein pæling sem við tókum upp daginn var þetta Sami Lee, eins og við erum allir sammála út í sorglegt og allt það. Ætli hann, við vorum spáið, kannski manst eftir einhverjum, ætli sé einhver í svona stóru starfi af samhörjum hans frá Liverpool tímanum og þetta voru ekkert menn sem enduðu eitthvað moldríkir eftir ferilinn, sko. Ætli hann sé ekki í stærstu stöðinni, í einhverju stjóra stöðu eða svona, var þetta bara hvað laun var það allavega? Jú, algjörlega og ég meina til dæmis Terry McDermott var náttúrulega lengi húsgagn hjá Newcastle, sko, og þegar Kevin Keegan var og svo bara fylgdi hann hverjum stjóranum á fætur öðrum og ég meina Terry var í hitti fyrir með okkur, hann guest-speaker, hann var nýhættur, sko, algjör meistari verið stjóra. Já, ég meina margir af þessum mönnum, hann var að deyja hann Tommy Lawrence, eins og þið vitið, markmaðurinn gamli og mér skilst það að hann hafi látist í sárri fátækt og þannig er með marga af mönnum Shankly, leikmönnum Shankly og það er kannski heilt podcast út af fyrir sig að sjá hvað þessir menn eftir að ferlinu lauk hvað þeir áttu lítið í að húsa venda. Við getum ekki Paisley líka. Þetta er bara Alan Kennedy og þeir sem á eftir komu Sami Lee er þar alveg, sko. Já, þessum Paisley var að kaupa inn og jáfnvel eftir það, þessi gaurar enga peninga. Sjáu bara þessi stráka eins og John Aldridge. Og Aldridge, hann er bara, stór hluti af tekjunum hans er að koma bara því að hann er að fara að hinga og þanga og tala fyrir leiki og svoleiðis. Akkurat og hann hefur ekkert slæmt, sko, en þeir enga peninga, þannig að. Þess vegna skilum maður aðeins, sko, ég veit að við megum ekki skilja það á alltaf, en hann fylgir samanlata þess, hann var svo bölvað óheppinn að, sko, Koeman er búinn að gera hann að taka á Everton, nú gerir samanlata þess að Liverpool vill hann ekki, þannig að ég veist að þessu... Einar, það er tvennt ólíkt að taka sér þetta stað. Ég veit alltaf það. Eða hvernig hann hagar sér á hliðarlínunni. Það er hægt að gera þetta á annan hátt. Svo við getum nú ekki annað en mælt með öllum bókunum sem hún Ragnhild vinkonu okkar frá Noregi hefur verið að skrifa og hún verið að hitta þessa menn og taka viðtal við þetta alveg oft alveg frábær lesning. Hún er búin að vera að koma inn á ásamt í klúbnum og svona.
Þannig að Einmitt. gera að googla það. Herðu, einn sem ég vil taka út, Maggi, kendi þín með það úr þessum leik fyrir utan Van Dijk, þetta var alltaf ekki stjörnuleikur hjá Liverpool liðin í heild, en ég vil aðeins taka Andy Robertson út fyrir sviga. Hann var up for it í þessum leik og bara kom, hvað segir maður, næst bestur? Já, geggjaður. Þessi strákur alltaf að heilla mig meira og meira. Við vitum allir að hann ekki tæknilegasti fullkominn en vá hjartað í honum og bara áræðnin og allt það. Þetta klárlega strákur sem alltaf bara frábært, hann stígur inn þegar Moreno er búin að vera flottur og búin að spila með einhverja 10-15 leiki í beit. Er þetta ekki stærsti leikurinn fyrir Liverpool? Alveg klárlega, ég held að sé alveg klárt og þegar við verðum búin að, þegar menn verða líka búin að átta sig betur á því hversu öflugur hann um vanginn, þá ég viss það að þetta er að koma fleiri mörk úr upplifunum hans en fljótur tilbaka og ógeðslega grimmur og bara klárlega bara stimplaði sig inn þarna sem leikmaður sem við getum algjörlega notað í öllum verkunum held ég. Nákvæmlega. Ég held að verði bara ekkit einfalt mál fyrir Moreno að komast aftur inn í lið. Ég bara held að hann sé búin að vera það öflugur undanfarið. Mér finnst að Andy Robertson klárlega hans besti leikur fyrir Liverpool. Mér finnst hann samt ennþá skorta svolítið svona á síðasta þriðjung það sem að Moreno hefur. Moreno getur þrætt boltan, hann kemur mikið spil í kringum Moreno, sérstaklega með Coutinho fyrir framan sig og þó hann heilinn í honum hafi dáið þarna í korter í Sevilla, þá hefur áður að meiddist spila óaðfinnanlega. Það er bara frábært að vera komin þarna með samkeppni þessa stöðu. Þetta hefur auðvitað verið ákveðin vandræðastaða hjá liðinu. Minna ekki gleyma því að 2014 var Ali Sissoko þarna næstu orðið ensku meistari, skilur, með fullri virðingu Babú, sko. Ræðir frá mig starfveitnar. Hvar að það sé núna, Einar Matthías, hvar er Sissoko? Hann er einhverstaðar góður í strönd í vetrafrí, ég hef enga trú öðru, sko. Hvað er Sissoko treyja? Já, hún er bara henni fyrir skápíska bara, ég ætla að vinda mér inn og klára það. Ertu ekkert búin að skrifa Liverpool fútbolklubb bara akkur þú hefur ekki fengið endurgreiðslu 50 pund af Valsverðis og Coutinho treyja eigendur? Ég setti þetta á Twitter á Echo, sko, en ég hef frá hugsa út eftir og ég myndi aldrei láta þessa treyja aftur frá mér, skilur, þannig að Ég bara hafa það á hreinu. Ég vil ekki endurgreitt. Ali Sissoko er lykilmaður í tyrkneska úrvalsdeildarliðinu Yeni Malatyaspor. Já, hann er pottþétt núna leikjandi á okkur eftir að hafa miklu betri en við, ekki það lofaði því. Hann var að spila 15 leikir 16 í deildinni í ár. Toppmaður. En svona að lokum varðandi þessa vinstri bakvörð okkar, ég er alveg sammála því að sko Alberto Moreno var búinn að vera geggjaður fyrir utan þetta smá slys þarna í Sevilla-leiknum þar sem að slöknaði á honum. Ég held að hann bara slöknaði alltaf á honum þegar Sevilla kemur upp á yfirborðið. En ég finnst einhvern veginn samt, ég hef einhvern veginn betri tilfinningu fyrir Robertson þegar það kemur á varnarleiknum. Mér finnst þú ert að sjá hann taka svona alvöru taklinga, hann einhvern veginn heldur stöðu miklu betur. Kannski það vegna þess að hann fær ekki jafn mikið frjálsræði fram á við en mér finnst hann öflugur í varnarleik og bætað upp þannig. Þannig að ég að því leyti held ég að það sé ekkert sjálfgefið að hinn hlaupi beint inn í byrjuleik. Ég held að þetta sé bara fyrst skipti sem við höfum samkeppni í þessari stöðu er að fagna því. Ég er nú ennþá eins og hörður meira Moreno sinnaður. Ég held að hann verði ég veit ekki hvort að koma beint inn í leik og hann kemur ekkert inn að City-leik, hann er ekki byrjar að æfa en hann er alveg að detta aftur og Henderson líka komið tilbaka, en ef ekki bara endið þetta strákar aðeins á pælingu varandi City, þeir hafa ekki unnið heldur á Anfield í ykkur 15 ár eða 15 leikjum var ég að lesa í dag, en þeir náttúrulega hafa ekkert verið að mæta með Guardiola í þessa leiki, hvernig leggst þið þig? Já, þetta leggst bara skemmtilega í mig, náttúrulega Liverpool ekki með Coutinho, hann náttúrulega hefur reynst örlaga valdur í þessum leikjum gegn City, 2 sigurmörk á Anfield. Já, hann er meiddur. Hann er meiddur, þannig að 2 sigurmörk á Anfield, allavega sem ég man eftir.
þetta verður afar fróðlegt að sjá og það eru einhverjir spekulantar sem að spá því að þarna geti þessi taplausa hrina endað en ég Herra, ég er bara að munda núna, er þetta ekki besta jólaminningin frá því fyrra? Jú, það er víst. Það var þetta vínaldum. Það var ógleymanlegt. En nú er sitt í liðið svona töluvert betra og en ég held samt sem áður að þetta verði geggjaður fótboltaleikur þar sem að þú færð lið Guardiola sem að hefur bara sinn fótbolta og ekkert mikið að spá í andstæðingnum og andstæðinginn, þannig að og Klopp að mörgu leyti þannig líka þó að hann hafi til dæmis í þessum leiki fyrra á gamlársdag að eftir að Liverpool náði forystunni snemma leiks að þá var bara svolítið svona þéttleiki og Manchester City fékk nánast engin færi í þessum leik, þannig að ég held að bara alltaf Það sem við fórum bjartsýnir inn í nýtt ár eftir þetta maður. Já, þá snerist allt Mane. Nú Liverpool á hann algjörlega inni, Sadio Mane, og hann hefur verið að reyna í undanförnum leikjum. Hann á hælsendingun á móti Leicester, hann á geggjað marka á móti Burnley, sárlasinn, og ég held að fyrir maður út í Coutinho bara stuttlega að Liverpool á Mane algjörlega inni og ég held að honum vel bara líði betur núna að Coutinho að farin og hann ekkert að þælast fyrir honum. Nei, ég segi svona. Steini, af öllum liðum í ensku deildinni, ég fæ þetta alveg örugglega í andlitið, all hressilega, en ég er að dingsa sjálf á mig. Liverpool og Anfield, það ekkert mörg önnur lið sem þú myndir, ef eitthvað á að matcha þetta City-lið, þá myndir hann alveg tippa á okkur eða þetta veðja á eitt, Já, og það er bara, það erfiða í þessu er bara hvernig þetta City-lið búið að vera á tímabilinu. Við erum að tala um tvö lið sem að fara að mætast á Anfield og annað lið ekki búið að tapa í einhverjum 16 leikjum í röð og hitt ekki búið að tapa leik á tímabilinu. Og það ekki eins og þessi lið sé að grænda út 1-0 sigra trekk í trekk, þetta eru bæði sóknarlið, þannig að... Þú hljómar þess að lýsa boxbarda, það ekki búin að tapa alveg allan fyrirlinn og ekki... Já, og síðan potar einhver í puttan á Þetta svakalegt. Nei, þetta er bara stefnir í rosalega. Ég get ekki sagt að ég sé alveg bara sveittur af bjartsýni fyrir leikinn, þetta City liðið þannig, en við unnum þá fyrir ári síðan og þá voru þeir bara með nánast nákvæmlega sömu framlínu nema hvað Jesú Kristur hann er meiddur núna hjá þeim og við erum einum Coutinho fótakari. Þetta verður bara hörkuleikur og ég er að vonast náttúrulega eftir sigur. Við getum alveg sigrað þetta lið. Við erum eitt að fá liðum í deildinni sem á eitthvað breykja sigra. Þeir eru búin að sýna smá svona veikleik upp á síðkasti, þeir voru heppnir að tapa ekki á móti, var ekki Palace daginn. Og getur þetta tekið hans margar leikið þess að þeir hafa verið að skora okkur 98. mínútu álíka Arsenal sko? Já, þar voru þeir að brenna víti í stöðin 1-0 og bara lítið eftir og þeir bara eru búin að vera heppnir í nokkrum leikjum, þannig að það kemur að því að þeir tapa, þeir fara ekki taplausir gegnum tímabilið og ég held að ef ég væri City-maður þá væri þetta klárlega einn af leikjunum sem ég var að horfa fram á að þetta gæti verið eitthvað sem við fengjum lítið út úr. Maggi, ég er enda misti nú fyrirleiknum blessunarlega en meðan Liverpool þeir fóru á Dubai í eitthvað svona teambonding og aðeins út úr kuldanum á Englandi og höfðu það gott og eru nú bara að æfa alla vikuna, fyrsta skipti bara ansi langan tíma. Á sama tíma City að spila fyrir hálfum öllum út í Bristol og þannig að það er enginn að fara í einhvern fría menn, heldur að þetta geti hjálpað okkur líka í þessum leik? Já, ég held að hjálpi alltaf að fá heila viku til þess að undirbúa liðið þitt og hitt liðið þarf að hafa annað augað á svona einhverjum leikjum og aðeins að raða vikunni þannig upp, sko. Ekki spurning að það verður einhver áhrif, en sko, hvort það hefur nægilega áhrif, það á bara svolítið að koma í ljós. Ég held að þetta sé bara, eins og strákarnir búin að lýsa, kannski ekki eða miklum tíma í það, þetta er bara tvö frábær fótboltalið. Frá Tottenham-leiknum sem við dömum 4-1, sennilega tvö bestu liðin í enska boltanum. Þannig að þetta verður bara geggjað, þetta verður algjör bomba og vonandi fær
þetta er bara bestu janúarminninguna á þessu ári. Það er flott að fara að safna mánuði með bestu minninguna. Já, ég skrifaði niður hjá mér. Herðu, klárum, Maggi, spá, leik. Ég held að þetta er geggjaður leikur. Ég held að við vinnum á 3-2 í hörkuleik. Sigursteinn. Já, bara fullt nafn, bara viltu ekki segja eftirnafni líka. Ég ætla að vera svartsýnn, aldrei þess vant. Ég ætla að segja að við gerum jafntefli. Það verður 2-2 jafntefli. Já. Tókst frá mér, jæja. Þá ætla ég að fara hérna Pólínuleiðina og segja hérna 2-0 sigur Liverpool. Það sem að við fáum hérna clean sheet og það verður allt í blóma með Van Dijk og Lovren í vörninni. Myndi ég tippa. Djúvillir ég ánægð með þetta. Ánægð með þetta. Ég er alltaf Pollýana inn í hópnum þegar kemur á spámennskunni. Já, hún breyttist bara á sekundubróti hérna. Ég verði í það yfir smá vonbrigðum og ætla þá bara að rétta þetta af aftur. Þetta fer að sjálfsögðu 1-0 og Wijnaldum með markið með skalla. Sí. Og þetta verður janúarminningin hjá Einari Matthíasi. Strákar, þetta er dagskráin í þessari viku. Ég lofa ykkur að í næstu viku verður Liverpool ekki búið að selja besta leikmann liðsins. En það eina sem ég lofa ykkur. Takk alveg í kvöld.